Þetta svona. Ég láta hann bara liggja hérna og svo ætla ég að spyrja þig og þú svarar bara eftir bestu getu. Bestu getu. Fyrsta spurningin hver fyrirmyndin þín og hefur verið, skilurðu, í gegnum tíðina? Ég hef nú hugsað alltaf þessa spurningu vegna þess að í raun og veru hef ég ekki hugsað mér neitt sem fyrirmynd, en þegar ég hugsað tilbaka þá held ég að ég hef ekki hugsað mér neitt svona fyrir ég fór að eiga börnin mín. Já. Og þá hafði ég ömmu mína á Gunnlaugstöðum sem fyrirmynd vegna þess að hún var alltaf ljúf og góð en lét samt hlýða sér. Já. Hún var dugleg og ósérhlífin, alltaf kát. Hvað hét hún? Jófríður. Jófríður, þessi gamla hana. Já. Og sem að eðlilega þurfti hún á mikilli sálarró að halda með eigna 16 börn. Svo það ekki skrítið kannski, en það hefði ekki allir getað þetta. Amma mín hin sem að hún var mikið meira fyrir að skipa mér fyrir, stjórna mér. Öskur á eitthvað svona. En hvað var hún gömul þegar seinasta barnið fæðist? Hún 48, býttu nú amma fædd 28, 38. Hún eitthvað rúmlega 40. Ok, vel gert. Ok. Svo ákveð ég spurningarnar í framhaldinu, bara svona að því mér langar að eiga þetta. Og ég spyr hérna, skipta vinkonur máli þegar maður komin á þennan aldur? Já. Hún þarna, hún farin, en ég horfa á hún á hverjum degi. Þetta Dönna? Já. Já, það skipta máli. Miklu. Miklu máli, bara líka halda sér, já. Ok. Hvað finnst þér skipta mestu máli sem þú hefur afrekað á lífsleiðinni? Afrekað? Það bara að koma upp börnunum mínum, hjálpa þeim til að komast á legg. Ég gat ekki hjálpa þeim fjárhagslega, en ég reyndi alltaf að vera til staðar fyrir þau, hlusta á þau og styðja þau andlega. Ég man ekki eftir neinu sérstöku sem að mér finnst ég hafa afrekað. Við tökum það fram að þau eru 7. Já, þau eru 7, vissulega. Gott að vita þegar maður er að hlusta á þetta. Ok. Hefðirðu viljað hafa lífið þitt öðruvísi? Þegar ég lít tilbaka? Já. Nei. Mér finnst ég alltaf hafa haft allt sem ég þurfti á að halda þó ég hef haft lítinn pening milli handana. Þá hef ég samt alltaf haft það sem ég vantaði. Það er ekki hægt að segja að maður geti óska sér meira heldur en þess sem maður hefur ef manni líður vel með það sem maður hefur. Svo spyr ég hérna, hvað er fallegasta árstíðin? Árstíðin? Já, mér langaði svo mikið að vita það. Já, erfitt að gera upp á milli. Mér finnst vorið rosalega fallegt, en mér finnst haustið líka fallegt. Þegar allt sofnar? Já. Vorið rosalega fallegt þegar allt að lifna, en haustið þegar það sýnir litina sína á haustin, þá er það líka rosalega fallegt. Ég eiginlega get ekki gert upp á milli þeirra. Ég fær beint að hugsa Ástu og Þingvelli þegar þú segir haustlitir. Já, það var yndislegt. Það var yndislegu dagur. Afmælisdagurinn á systur minnar. Fórum þá við fórum ekkert á Þingvelli, við fórum Heiðmörkina. Já, Heiðmörk, já, fyrir utan Reykjavík. Já, eftir að Ásta og Pétur fóru alltaf á Þingvelli á haustin. Alltaf. Já, það er svo fallegt líka. Svo mismunandi jurtir og svo fallegi litir. Já. Ok. Hvernig líst þér á ungt fólk í dag sem er að byrja að búa? Það er náttúrulega
unga fólki í dag upp ofan eins og gengur og gerist. Það sem mér finnst af þeim sem ég þekki svona til og ég þekki engan mjög náið, það að unga fólki hefur ómikla efnislega hyggju. Það hugar meira að því að hafa flott í kringu sig heldur en að huga kærleikanum sem að þarf að ríkja. Mér finnst, ég held að börnin sem að eiga erfitt í dag, það sé vegna þess að foreldrarnir gefa sér ekki tíma til að sinna það vegna þess að það er svo mikið að gera við afla einhverja tekna til að eyða eitthvað sem efnislegt og einhverja flotta hluti, já. Eitthvað svo leys, já. Fara til útlanda og allt þetta. Kannski ofta ári líka til útlanda. Jú. Og svo spyr ég hérna, hefurðu haft tækifæri að læra það sem þið langaði að læra? Og hvað hefðirðu lært ef þú hefði fengið tækifærið? Og því ég mig gruna að þú hafðir ekki tækifæri til að læra. Nei, í raun ekki. Vegna þess að ég náttúrulega þá þegar ég fyrir eiga börnin mín. Ég lærði það eina sem ég hafði virkilega áhuga á í sambandi við bóklæsnám. Ég lærði bókfærslu vegna þess að mig hafði alltaf langað til að læra hana. Ég lærði hann í gegnum bréfaskóla með börnin mín öll í kringum mig. Og það hjálpaði mér þegar ég fór út í að reka vegamótin sem að í raun og veru hugsa ég hefði aldrei farið út í nema því að afiðinn fór og keypti vegamótin á þess að spura mig leið og sagði ég er búin út að vinna. Vel gert. Já. Og ég sagði bara býttu, ég hef aldrei unnið svona, ég kann ekkert á þetta. Hvað? Þú er ekki vandarinn með þetta, sagði hann. Það er mikla trú á sinni konu. Já. En ég hugsa ef ég hefði haft tækifæri til, þá hefði ég farið á svona námskeið í sambandi við að mála. Bara til að gleðja sjálfa mig og aðra í kringum, ekki til þess að selja, heldur bara til þess að hafa meiri tækifæri til að skila því frá mér sem ég langar til að skila frá mér. Bara unaða því sem þú gerir. Já. Ok, mig grunaði þetta nefnilega líka. Og svo langaði mér svo að vita hvort þú hugsir ennþá daginn í dag oft til foreldra þinna. Já, það ger ég. Ég reyndi að hugsa kannski meira pappa því að hann var alltaf svo léttur og kátur og gerði alls konar rugl og vilsu með okkur krakkunum. Mamma var þyngri en mamma átti líka rosalega stóran sess í mér en ég veit ekki gjarnan að ég væri líkari henni að mörgu leyti og þar af meðal til dæmis með að hún hafði alltaf allt tandur hreint og fínt og það flott í kringum sig. Eins og það skipti öllum máli. Já, en mér finnst það stundum sko. Stundum finnst mér vera fullmikið og ég nenni ekki að taka til. Af því þetta drall sem að liggur í kringum mig, það skiptir mig engu máli. Nei. Það meiri segja að mér er alveg sem að einhver kæmi og tæki til og henti því sem þeim dett í hug. Já, akkurat. Af því að þetta er hluti sem að skipta mig engu máli. En ég vildi gjarnan að leit einstaklega út eins og ég væri rosalega flott húsmóðir. En ég veit bara að ég gerði mitt besta þegar ég var með stórt heimili. Í dag þá nenni ég ekki að elda því mér er stórlega leiðilegt að elda. Já, bara gerður á mikið af því á sínum Búin að gera ansi mikið af því. Fyrst með allan hópinn minn, svo að fara í að vera með mötuneyti fyrir upp á Laugalandi þegar verið var að byggja grunninn að Laugalandsskólanum. Svo í mötuneyti upp í Fellsmúla þegar verið var að byggja koma niður vatninu af Fellsmúlastöðinni. Og svo með hópinn í mat sem að var að vinna í Ísafjarðarveginum. Fara svo af stað með veitingarekstur á vegamótum sem ég vildi aldrei gera en afiðinn sá ekki ástætt Larsen að hafa veitingastað á þannig. Sjálfsögðu. Og svo því ég gafst upp á því og hann sagði allar ekki opna veitingastað. Nei, ef þú vilt veitingastaðin opið þá voru þú bara að fá manneskju til að sjá hann. Þú verður að sjá það, ég ætla ekki að gera það. Búm. Og þar með var það ekkert úr því. En nú á að fara að reka veitingastaðar. Nú, já. Já. Það er gott.
Það er ekki. En það sem svo ætla ég að vita, hvað gleðir þig í dag, svona í amstri dagsins? Hvað gefur þér gleði? Vist, ég veit, þú ert náttúrulega að vinna ennþá, þú ert að gera hluti, en hvað gleður þig? Það má vera lítið og það má vera stórt. Mér langt bara að vita það. Það sem ég kannski sakna mest og gefur mig mesta gleði, það er að ég sé alltaf lítið af barnabarnunum mínum og langöfum barnunum. Já. Að heyri lítið, ég stund að hringja þau til að fá svona samband. Allt samskipti Já. skipta mig heilmiklu máli. Ég hringi oft í frændur og frænkur sem eru fjær mér. Já. Ég hringi einstöku sinnum í börnin mín og tala við þau. Já. Mætti vera oftar, en þau eru ekkert að hringja oft í mig. Nei. Ég stundum einmana eftir að pabbi hafi dó. Já. Eðlilega. Það er alveg eðlilegt, sko. Já, já. Og svo næsta spurning. Áttu þér draumastað sem þú hugsar til, ef til dæmis þegar þú ert kannski og þið langar fara þangað? Já, nú flettur upp blaðsíðunum. Í raun og veru ekki. Engin staður sem að kemur svona upp í hugaðinn þegar þú ert kannski að gera eitthvað, þú er alveg til í að vera bara þar eitthvað að dúlla þér eða sitja og horfa. Nei, af því að staður er bara staður. Fólki skiptir mig mikið meira máli. Heldur en staðir sem þú ferð á eða? Já. Ok. Og svo seinasta spurningin. Já. Ertu hrædd við dauðann? Nei, það er ég ekki. Ertu ekki hrædd við dauðann? Nei. Heldur að koma í líf eftir þetta líf? Já. Þú varst þar? Já. Þannig að það kemur ný tilvera þegar þessi er búin? Ég veit ekki hvort það er ný tilvera. Ég held við séum nálægt þeim sem að okkur þykir vænt um þó við séum farin. Ég finn alveg sko fyrir afæðinu hérna og Já. ég held að sko þessi, hvað maður að segja, væntumþykja sem við höfðum í lifandalífi, hún haldi áfram Já. þegar að hinum er nú komið. Ég veit ekkert um annan stað, ég veit ekkert hvort það er eitthvað himnaríki eða sumarland eða hvað er kallað þetta. En ég hef trú á að við séum allavega til að byrja með hérna. Ég veit ekki hversu lengi en ég finn ennþá fyrir afæðinu hérna. En þú ert líka bara búin að fá að lifa mjög lengi. Það er bara svoleiðis. Já, og það er það sem ég finnst svo skrítið, sko. Ég er kannski eitthvað líka en að ömmu minni á Gunnlaugstöðum með það að hérna, þegar hún er 95 ára gömul og segir í fyrsta skipti svo ég heyri mér, því sé ekki að verða gömul. Þetta fannst mér magnað. 95 ára gömul. Ég hef aldrei heyrt hann að segja það áður. Í dag var mér að orði að núna daginn þegar ég var búin að sjá hérna, skal ég segja þér, myndefni sem var tekið upp og vegamótum og farið með á Þorvaldi á Laugalandi. Þá sögðu strákarnir mig, hvernig líst þér á það? Mér finnst þetta bara gott, sagði ég, en það er eitt sem ég sé þarna. Og hvað er það? Ég held að það væri náttúrulega einhver athugasemd. Ég sagði, ég sé bara að ég er að verða gömul. Og þá hlógu þeir og sagði, nei, þú ert ekki að verða gömul. En það er svo skrítið þegar maður sér sjálfan sig í hreyfimynd og sér hvernig maður gengur og allt það. Þá sér maður að maður er svona eldast og ég finna það ekki dagstæðlega. Þú finnur það ekki í þér? Nei. Ég er ekki þar. En samt er svo gott að fá að eldast. Það er ekki allir sem fá það. Nei, það er gott að fá að eldast og vera hraustur og það hlýtur að vera ömurlegt að eldast og vera lasinn. Já, enda ekki staðar á elli heimili og þurfa að vera þar. Já, akkurat. Þetta er eitthvað sem mér líst ekki á. Þess vegna er að ég hef oft sagt að ég vil óska þess að ég fengi. Bara sofna heima.
detta niður svona eins og þráum bróðir. Já, bara út af vegamótin kannski. Já, þess vegna. Það væri rosalegt. Já. Ég var nú að panta pallnapp. Fallhnapp, Pallnapp. hvað er það? Það er svona öryggisnappur ef maður skildi detta. Ok, og hefur það hálsinn eða? Annað sem úr eða hálsinn. Já. Vegna þess að ég er náttúrulega oft ein, sérstaklega eins og hérna, nóg fyrir mann að maður dettur kannski þegar maður er að koma úr sturtunni og stígur á vitlausum stað og rennur, eitthvað svoleiðis. Og af því það er nú alltaf læst hérna hjá mér. Ég er bara opið núna því þú ert að koma, annars er ég með læst hús. Og mamma er með lykil á húsinu til að hægt ég að komast inn. Já. En ég hef orðið vör við að nokkuð sinnum að ef ég sný mér snöggt eða þá hvað svona svo bara Svona yfirlega stillingar. bara verið að grípa í borðið eða eitthvað. Já. Og Sigga hún var búin að segja við mig nokkuð sinnum, mamma, fáðu þér pallnapp, fáðu þér öryggissnapp. Svo hafði ég af en daginn að ég fór hérna út af blóðsignum, ég er búin að vera svo vitlaus í honum, hún er komin góð. Og hérna ég sagði við stelpurnar að ég var búin að vera fyrir því, núna eftir ég fekk svona mikið blóðsting og höfuðið var með hérna mikla höfuðverki, að ég fann fyrir þessu öryggisleysi að ég væri ekki alveg kannski Já. á réttum og það er svo bara út að panta þetta. Gera það þetta? Já, það gera það. Ok. Þannig að Ég ætla að sleppa upptökunni núna. Ég ætla að þakka ömmu minni fyrir hérna. ég þakka líka fyrir komuna, Hvað er séð alltaf sjaldan. Já. Pældi, svo á ég þetta, svo kannski deyrð þú og ég get hort á þetta. Já.